Þá sem sagt þessum dagskrárlið lokið og nú fær ráðherra loka orðið til þess að vera með loka orð. Gjörðu svo vel, Gylfi. Já, þakka þér fyrir. Ég þakka fyrst fyrir umræðanum. Ég finnst að hafa verið gagnleg og málefnaleg og auðvitað skipta skoðanir hluta af þessu en kannski meiri samstaða heldur en ég átti vona á aðra þætti. Ég ætla ekki að bregðast við öllu sem að þingmennirnir sögðu sem talsmenn sinna flokka en þó taka undir meðal annars hjá Eygló Harðardóttur að við getum ekki horft fram hjá því að orsök vandans sem við erum í núna óreinar orsök hrunsins ef það farið var ótæpileg útlána aukning fjármálakerfisins og kannski breytir verðtryggingin ekki öllu það en var svona einn flötur á því málu öllu saman og það er kannski eina af þessum spurningum sem við höfum engin svör við hvers vegna voru íslensk fyrirtæki og heimili reiðubúin að taka jafn mikið af láni og raun ber vitni á þeim mjög háu vöxtum sem að voru í boði hérlendis, hvers vegna voru Íslendingar og eru kannski enn reiðubúnir að taka mikið lán á hærri vöxtum heldur en menn láta bjóða sér í nágrannalöndunum. Það er eiginlega eftirspurnarhliðin á þessari jöfnu sem að ræður vöxtum á Íslandi. Hún er hluti af vandanum eins og framboðsliðin. En ég vil nota þetta tækifæri líka til þess að lýsa því yfir að það er engan veginn minn skilningur að verðtryggingin varpi allri áhættu yfir á lántakendur, hvort sem það eru heimilaði fyrirtæki. Verðtryggingin í einum ákveðnu skilningi eyðir áhættu. Verðbætur eru í eðli sínu hlutlaus aðgerð, það er hækka af þessu höfuðstól og hækka afborganir en leið verður hver króna hvort heldur í afborgun eða höfuðstól minna virði, þannig að raunvirði hvort heldur afborgana eða höfuðstól stendur í stað þrátt fyrir verðbætur. Þannig að áhættan er raun og ekki að verðbæturnar breyti lánunum á raungildi en það er vissulega áhætta til dæmis fyrir launafólk sem að taka langtíma lán en svo áhætta er raun og ekki verðbólgan sem slík heldur þetta misgengi lána og launa sem að leikur menn mjög grátt nú stundir og hefur reyndar gert það áður. Við því er erfitt að bregðast, greiðslujöfnun reyndar en líklega skásta leiðin til þess að taka á þeim vanda. Ég ætla ekki að halda því fram að við höfum leyst allan vanda, við erum hvorki búin að leysa til frambúðar þá þraut að vera með traust peningamála á Íslandi, né erum við búin að leysa allan skuldavanda íslenskra heimila og fyrirtækja. Þar munum við gera meira og allir vildu sjálfsagt gera enn meira og enn hraðar en gert hefur verið en við reynum bara að gera eins mikið og hægt er. Það er einn hópur sem að ég tel að sé sérstaklega skoðanavert hvort ekki hægt að gera meira fyrir. Það eru fjölskyldur sem að keyptu sitt fyrsta húsnæði þegar að fasteignaverðið var hvað hæst, svona 2004-2007. Þau heimili óhjákvæmilega verða fyrir þyngra höggi heldur en flest önnur út af því sem gengið hefur yfir. Þannig að ef að verja á ríkisfé til þess að bæta hag einhverja skuldura heimila að þá hlýtur sá hópur að vera mjög framalega í röðinni ásamt auðvitað þeim sem hafa vorið fyrir miklum tekjumissi til dæmis vegna atvinnuleysis. En allir láta þetta ekki duga í bili. Takk fyrir það.